Þetta er marígull, líka kallaður rauðígull, önnur algengasta ígulkerategundin á grunnslóð hér við land á eftir skollakoppi eða grænígul. Marígullin er þó miklu stærri. Þörungar og ýmsir hryggleysingjar eru aðalfæða marígulls. Ígulker teljast til skrápdýra, en í þeim flokki eru líka sæbjúgu, slöngustjörnur, sæliljur og krossfiskar. Ígulkerið kemst þótt hægt fari. Hér sést hvernig það notar gripharma eða fálmara til að skríða upp klettin. Marígullin lifir í jafnvægi og sátt við umhverfið sitt. Skollakoppurinn er hins vegar stundum kallaður engispretta hafsins. Yfirleitt er nú skollakoppur í þaraskógi fremur friðsælskepna, líkt og frændi hans marígullin. Hann sniglast á milli þarastöngla og étur dauðar þarablöðkur eða hræ. Það er hins vegar þekkt að hann getur orðið að plágu ef mikið er af honum. Þá breytist atferlið og hann fer að klifra upp þarastönglana og éta þarann lifandi. Svo mikil fjölgun skollakopps gæti stafað af fækkun tegunda sem lifa á ígulkerunum á ýmsum þroskastigum þeirra. Í Eyjafirði hefur skollakoppur skilið eftir sig eyðimörk á stórum svæðum. Hann getur þraukað á mjög lítilli fæðu í nokkur ár eftir slíkar hamfarir og haldið þannig niðri nýgræðingnum. Þaraskógarnir vaxa þá ekki upp aftur fyrr en ígulkerin eru öll dauð. Hér er annars konar skrápdýr, sæbjúga á kletti. Þessi merkilegu dýr koma sér fyrir á vel völdum stöðum þar sem næringaríkur sjór leikur þau. Þannig stilla þau sér líka vel upp fyrir myndavélina. Sæbjúgun safna fæðunni í þessa anga sína sem líkjast trjám og sópa svo upp í sig. Angin hverfur með öllu saman upp í munn dýrsins sem sleikir fæðuna í sig. Það er tignarlegt að fylgjast með þessu atferli þessarar sérstæðu skepnu. Þegar sæbjúgað skynjar hættu, dregur það inn í sig alla angana og þá breytist það í heldur ólögulegan klump. Krossfiskar eru líka skrápdýr og ættingjar ígulkera og sæbjúgna. Hér er 5-arma krossfiskur, stór krossi, að gæða sér á kúfiski. Skeldýr eru aðalfæða þeirra en þeir leggja sér ýmislegt annað til munns, til dæmis hræ af fiskum. Við sjáum krossfiska líka á Hverastrýtunum í Eyjafirði. Hér streymir 80 stiga heitt vatn úr iðrum jarðar. Og loks eru hér slöngustjörnur. Þær hafa hringlaga disk sig miðjar og út úr honum vaxa langir mjóir armar sem þær skríða á. Undir diskinum er stjörnulaga munnur sem heiti skepnunar er dregið af. Slöngustjörnur lifa á botnseti og smásveiði.